peningana sinna, hún var með svo mikið svona klikkpeningum á borðinu og var að telja alla peningana og það var löng röð sem byrjaði að mynda svona fyrir aftan hana og þá var eitthvað sem einhver önnur afgreiðslukona kom og fór á næsta kassa og þá byrjuðu allir í röðina að fara frekar hingað en konan hélt áfram að telja peningana og það var augljóst að konan átti ekki nóg af peningum fyrir því sem að hún var að kaupa. Og það var ennþá vörur ofan í körfin hennar og vitið hvað? Við skulum setja aftur á sinn stað. Ok, ef við setja aftur á sinn stað, við ætlum að klára að segja söguna og það gerist þannig að ég fór að hugsa svona, ó Guð, hún á ekki nóg marga peninga og Guð byrjaði að tala til mín og Guð segði mér farðu og borgaði fyrir konuna og ég var eitthvað svona, þá kannski verður konan eitthvað vandræðileg Guð og ég fyrir að ryðjast fram fyrir og segja við hann að ég skal borga. Svo þegar röðin byrjaði að fara í þessa, þá bara fór ég líka í þessa. En þegar ég var að borga hérna, þá byrjaði Guð að segja, farðu og borgaði fyrir konuna. Og ég bara flýtti mér að borga og ég bara fór bara slagsnum og sagði bara, herri, ég skal bara borga fyrir þig, þú bara tekur bara allir vörurnar, ég borga bara það sem vantar upp. Og konan, hún sagði, já, allt í lagi, ég skal þiggja það, sagði hún. Svo borgaði ég bara fyrir hana og það var ekkert voðalega mikið peningur sem það kostaði en hún gæti allavega að tekið vörurnar sína. Og svo snýr hún sér svona til hliðar við mig og segir, Guð blessi þig. Þá sagði ég við hann tilbaka, Guð blessi þig líka. Og það var svo mikið gleði í hjartanu mínu af því að ég fékk að gera svona góðverk. Og ég fór að hugsa, Drottinn þakkaði fyrir. Ég er svo oft búin að biðja þig að hjálpa mér að gera góðverk. Og mér langar líka að segja ykkur að það var einn maður í útlöndum, hann var líka staddur út í búð og ég var akkurat að heyra þessa sögu bara daginn. Að hann var út í búð eða svona apóteki og hann ætlaði bara að kaupa sér eitthvað drykk til að drekka. En vitið hvað? Að það var maður fyrir framan hann sem var gamall maður og hann var að kaupa lyfin sín. Og maður nátti ekki nóg fyrir lyfjunum sín. Og ungi maður, hann var bara með svona eitthvað svona smá pening í vasanum og hann hafði nýkomið að einhverju fótboltaæfingu. Og hann sér að gamli maður hefur ekki nóg fyrir lyfjunum sínum og hann segir við gamla mannin, heyrðu, bíddu hérna í 10 mínútur, bíddu, ekki fara. Og hann flýtir sér og fyrir allalega heim og næri peningaveski sitt og fer og borga fyrir gamla mannin öll lyfin. Svo fóru þeir að spjalla saman eftir á og vitið hvað? Að þá fór gamli maðurinn að þekkja unga drengina, hann vissi að hann fór í eina kirkju og næsta hvíldardag þar á eftir, vitið hvað gamli maðurinn, hann var mættur í kirkjuna, vitið hvað hann sagði við prestinn? Hann sagði, ég vil vera í kirkju þar sem svona fólk er að finna. Og það segir í Biblíunni og Jesús sagði að við ættum að vera eins og ljós sem lýsi öðrum með góðverkum okkar. Þannig að kannski verða einhverjir sem sjá Jesú í okkur. Takk fyrir að hlusta, krakkar. Eigum við að syngja daginn í dag? Eigum við að syngja það? Daginn í dag? Já. Ok, flott. Syngjum á það með allir standa upp núna og syngja daginn í dag. Og fullorðna fólki líka. Viljið þið ekki líka standa? Syngjum það. Daginn í dag, gerði Drottinn Guð, gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði Drottinn Guð, gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði Drottinn Guð. Og daginn í dag, gerði Drottinn Guð, gerði Drottinn
ykkur að vera svona duglega